sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að þessu sinni að sjálfsögðu tala ýmislegt, meðal annars sjómannadaginn. Við ætlum að halda hann hátíðlegan hérna á N4. Við ætlum að vera með ýmist efni á stöðinni, tengt sjó og sjómennsku í tilefni þessarar helgar. Við ætlum að fjalla ýmislegt annað líka. Það eru bíladagar framundan sem eiga víst að vera þeir stærstu sem hafa verið hingað til og taka yfir 2 helgar. Og svo fjöllum við geðhjúkrun og aðstandendur þeirra og svo framvegis enn. Við ætlum að byrja á því að tala við hann Stefán Gíslason sem umhverfisstjórnunarfræðingur ef ég að fara með rétt en hann ákvað á 50 afmælinu sínu að hlaupa 50 fjallvegi áður en hann yrði 60 og það komið að þessu. Jú. Hvernig dattir þetta í hug svona til að byrja með? Allar svona hugmyndir þær hafa einhvern svona meðgöngutíma. Þetta var náttúrulega mér dattir í hug af því ég var að verða 50, þarna 2007 og þá hugsaði mér eitthvað svona já, nú svona seinni hluti hefðin að byrja og maður þarf eitthvað að gera í þessu til að maður bara drabbist ekki niður svona hægt og rólega. Þannig að maður myndi kannski drabbast niður aðeins hægar allavega. og ég hef alltaf verið að hlaupa bara síðan ég var krakki og það lá einhvern veginn beint við að nota hlaupin sem svona, leiðina til þess að svona viðhalda heilsinu svolítið, treina hana svolítið lengur. Og það var svona kveikjan, svo bara ég úr sveit og mér finnst gaman að vera út í náttúrunni og ég hef líka gaman af því að lesa einhverja gamlar sagnir og grúska eins, gaman af spekuleira í landinu mínu og eitthvað svona. Þannig að þetta, hlaupið í fjallvegi, það sameinaði þessi áhugamál og varð með því að gera þetta svona 10 ára verkefni eins og ég gerði, að þá varð þetta svona, já, eitthvað markmið sem að gat unnið að svona jafnt og þétt og þar með semst haldið sér í dálítið góðu standi, sko. Og ekki nóg með að þú værir að hlaupa þessa fjallvegi heldur að skrifa bók og það var svona, ég kannski enda punkturinn pínu á þessu ferli öllu saman og þetta er engin smá bók. Segðu okkur aðeins frá uppbyggingu hennar og hvað í henni að finna. Já, það var alveg hugmynd frá upphafi að þetta kæmi út á bók eftir 10 ár sem þegar þetta væri búið. Fyrst var það kannski svolítið grín, en svo var það smátt minna grín og náttúrulega í lokin bara alveg alvara. Og bókin þannig uppsett að fremstíðin svona almenn umfjöllun hvað þarf að hafa í huga ef maður að hlaupa yfir fjöll. Hvað ber að varast og hvernig á maður að undirbúa sig og eitthvað slíkt, hvernig ætlar maður að rata og hvað gerir maður ef veðri versnar. Síðan megin hluti bókarinnar umfjöllun þessa 50 fjallvegi sem ég hljópa á þessum 10 árum og fremst þá svona stutt lýsing bara á þessari leið, kort af leiðinni, eitthvað hversu erfið hún og svona tölulegar upplýsingar, GPS-punktar svona við upphaf og endi og á einhverjum svona mikilvægum stöðum á leiðinni svona sem að fólk getur nota til að villast síður og síðan eitthvað söguleiðarinnar, kannski var talað þessa leið Ístingasögum, kannski fórum með þarna yfir á leiðin í Örlygsstaðabardag eða hvað hann var, sko, og eins bara einhverja sögur frá seinni öldum af póstferðum og hrakningum og ýmsu sem ég bara fann í þessu ferli og svo í aftast í hverri leið svona stutt ferðarsaga bara af þessu ferðalagi mínu, hverju voru með mér kannski og hvað tók langa tíma og allt þetta, sko. Og síðan hellingur af myndum, það svona, já, 5-10 myndir með hverju leið. Ég veit að það er örugglega erfitt að velja, en geturðu sagt okkur frá kannski einni leið sem að stendur svona upp úr þegar öll á botninn hvolft? Já, það mjög erfitt að velja. Það hægt að nefna margar. Ein af þeim Sléttuheiði á Hornströndum, eða kannski alla Hornströndum, sem norðan við Jökulfirði. Það að segja úr Aðalvík til Hesteyrar, sem var reyndar 49. leiðin, næst síðasta leiðin. Við hlupum hann í fyrrasumar, eitthvað nærri, 15 manns eða eitthvað svoleiðis. Og þetta svolítið eftirminnileg leið vegna þess að veðrið var svo gott. Það var reyndar dimm þoka, en logn og 15. hiti og svona ótrúlega magnar aðstæður. Og svo bætist það við sögu þessa svæðis. Þarna býr náttúrulega engin lengur, hefur engin búið síðan 1952, þegar allt fólkið sem átti heima í þá var þetta Sléttuhreppi ákvað að flytja burt sama haustið og síðan hefur þetta verið eyðibyggð og sagan þarna einhvern veginn í hverju skrefi og þarna voru í þessu hreppi 3 þéttbýlisstaðir þar sem voru allt til alls á hverjum stað, það var skóla á hverjum stað og ég veit ekki hvað og þetta allt horfið en sagan eftir og að fara þarna að því ég hef ekki farið þarna áður, það ótrúlega magnað.
Segðu mér aðeins frá því, þetta 10 ár sem ef reynslan að kenna mér eitthvað þá líða þau ótrúlega hratt orðið. Jú. Hvernig upplifun að horfa tilbaka? Var þetta gott fyrir þig sem bara mannveru að bursi frá bókinni, hlaupunum og allt saman að setja þér þetta markmið og að þetta svona hluti af lífinu þínu á þessum áratug? Já, mér finnst það, ekki nokkur vafi. Það eru margar ástæður fyrir að mér finnst þetta að vera gott fyrir mig sem mannveru. Ein ástæðan einmitt þessi að ég setti mér markmið til nokkuð langs tíma, eða svona 10 ár og semst vann að því markvist og náði því og það mjög góð upplifun og þroskandi. Önnur ástæðan náttúrulega svo sem ég var búin að nefna í upphafi að þetta var líður því að halda bara líkama sál í betra standi en ella og í þriðja lagi þá bara gaf þetta mér tækifæri á að kynnast ótrúlega mörgu fólki með allt öðrum hætti heldur að kynnist fólki þegar maður situr með því á fundum við eitthvað fundarborð á einhverju parkettgólfi sko. Nákvæmlega. Þannig að það voru yfir 100 mann sem tóku eitthvað þátt í þessu með mér, ég var stundum einn en oftast voru einhverju með mér og það bara sést þetta að upplifa, takast á við eitthvað svona viðfangsefni með fólki, upplifa bara viðbrögð þess og allt þetta samspil. Þannig að bæði líkamlega og andlega og félagslega þá var þetta mjög gott fyrir mig sem mannveru, ekki nokkrum vafa það. Var þetta eitthvað tengt í að þú værir að hugsa svona aldurinn eða væri smeykur við aldurinn? Ég myndi kannski ekki nota orðið smeykur en já, þetta tengt ég var að hugsa aldurinn. Kveikjan já, nú maður orðinn 50 og nú bara liggur leiðin niður á við. Já, nú er þetta bara. Þannig að, jú, þetta tengist í og já. En nú situr orðin 60, náttúrulega lítur örugglega ekkert út fyrir að vera deginum eldri en 50, þannig að en núna sérðu næstu 10 ár. Eftir önnur 10 ár, þá eru 70. Já. Hvernig tilfinning það að ferða að hugsa út í hvernig þú ætlar að nýta þessa reynslu inn í næsta áratug? Sko, það bara góð tilfinning að vera 60 og 70, sko. Þetta bara, það ákveðin forréttindi í fyrsta lagi, bara ná þessum aldri og bara njóta hvers árs og hvert nýtt ár færi manni nýja reynslu og nýjar áskoranir. Ég ekki búin að setja mér eitthvað markmið fyrir 70 ára aldrin. Þetta var svolítið þannig að þessi 10 ár liðu, svo var markmið að koma út þessari bók og síðan bara að horfa fram á veginn. Þannig ég ekki komið með neitt 10 ára markmið, þannig ég ekki alveg búin að ákveða hvar ég stend þegar ég 70. Er þá tómarúm bara hjá þér? Hvaða plan þarf ég að hafa? Já, þetta stór spurning, sko. Það ekki tómarúm. Það náttúrulega ýmislegt planað til skemmri tíma, en það ekki komið neitt ekki þessi, langa sín, ekki þessi 10 ára sín. En ég sé náttúrulega bara fyrir mér að vonandi fram til 70 heldur maður bara áfram að þroskast, eins og ég sagði, andlega, líkamlega og félagslega og þetta þarf að vinna eitthvað í því, það gerist ekkert sjálfu sér, ekkert gerist á sjálfu sér. Þannig ég var bara svolítið eftir að teikna það upp. Framöndan núna bara að halda sér í formi líkamlega út þetta ár, hlaupa Laugaveginn og hlaupa eitthvað maraþon í útlöndum í haustu og eitthvað svona. Já, það nú dálítið magna að vera að hlaupa í maraþoni, 60. Mér finnst það mjög töff. Já, það alltaf töff að hlaupa maraþon, sko. Það náttúrulega, og maður hafi gert það ofta, þá hvert einstakt hlaup áskorun og maður ekkert að gera lítið úr þeirri vegalinn þó maður hafi lagt hana baki nokkru sinnum, sko. Þetta alltaf áskorun. Að lokum, fyrir þá sem að vilja lesa bókina, hvað viðbrögð hefur verið að fá? Hvað fólk spenntast yfir? Það kannski misjafnt? Þetta getur verið uppflettirrit líka. Þú getur farið bara á einstaka fjallvegi og pælt í þeim, haft þetta í hanskahólfinu. Já, bókin meðal sönnu með það í huga að hún færi vel í hanskahólfi. Af því að þetta eru 50 leiðir og ég hljóp, það misrætt reyndar. Auðvitað getur fólk gengið þessa leiðir, þannig að það náttúrulega bara hver sig bara finnur eitthvað í henni sem að hendar honum eða henni og náttúrulega lýsingar á þessu leiðum og fólk getur ferðast landið og ákveða að labba þessa leið eða laupa hvernig það fer. En svo bara, ég hef fengið mjög jákvæð viðbrögð. Það mjög misjafnt hvað þau snúast. Sumir tala bara hvað bókin sé falleg, hvað myndirnar séu góðar. Aðrir tala einstaka leiðir, hvað þetta hljóti hafi verið skemmtilegt. En aðrir tala að þeir ætli endilega að fara tiltekna leiðir. Og síðan, ég held að séu kannski ekkert margir sem hafa lesið frá blaðsíðu 1 og bara til blaðsíðu 330, hvað þetta margar blaðsíður. Einhver hafa samt sagt við mig að þeir hafa bara byrjað á því þannig. Einn mann hitti í gær sem sagðist hafa lesið hann frá upphafi til enda, en passa sig að lesa þetta nema 3-4 leiðir á hverju kvöldi til þess að þetta myndi aðeins endast. Þannig að fólk, það bara hver sína nálgun á því. Nákvæmlega. En þetta náttúrulega þannig bók að kannski flestir grípa hana og skoða myndir, fletta fram og tilbaka, festa hugan við eitthvað sem finnst áhugavert og svo framvegis. Það bara hver sig hefur sinn hátt að því. Yndislegt, til hamingju með þetta. Þetta frábært og lærdómsríkt að heyra þína sína og svo ég bara vonandi gengur þér allt í haginn. Takk fyrir það. Og við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.